Very good, já. Ok, let's go. Komið þið sæl og blessuð. Blöss og sæl, gaman að hitta þig. Sömuleiðis. Ja. Það er nú ekki langt síðan síðast. Þú lítur rosalega vel út. Æ, takk fyrir. Ég var í klippingu Já, finnst það á þriðjudaginn. opbóðslega fínt talaður. Og í lit, svona skól og strípum. Já, þetta klæði þið vel. Takk fyrir. Ég veit þú meina það því Já. Þú hefðir... Já, bara liturinn er svo góður og hann, hvað segir maður, hann ferðir vel. Já. Og ég fór á Ungfrú Reykjavík sem nýstaður. Já, Ég fór þangað í svona blowout eins og maður sé svona í Hollywood á föstudaginn, nei laugardaginn þegar ég var að fara á Jólahólm með vinkonum mínum úr fellunum og mögum. Ok, það hefur verið stuð. Eða þú veist, tvær þeirra eru svona heiðursfellastelpur. Ok. En ég fór, þú veist, fekk bara svona blástur og ég er með svo þunnt hár. Já. Eins og þú kannast við það. Já, en það sýnist núna svo þétt og fínt. Já, en ég var sko með bara með hjálm. Ég var bara huge, ég hef aldrei séð næs. Svo var ég líka algjörlega bara, þú veist, að ég fór í förðun líka. Já, og mjög vel gert. Ógisla moldrík, nei, ég elska að láta þetta degra við mig. Já. Það er gaman að gera við svona sérst tækifæri að breyta til. Já, einmitt. En maður ánum alltaf að halda sér til. Finnst mér. Ok, farðu lengra. Já, bara fyrir sálina hefur maður svo gott að gera eitthvað fyrir sér og sko gera það sjálfur líka. Ekki alltaf bara vera háður einhverjum öðru. Nei, einmitt. Mynda sér sinn stíl og svona. Það er bara mjög flott sko. Já. En vera ekki eins fastur í honum eins og ég, en vera svona breytileg. Já, tölum þú ert búin að vera með bláan eyeliner heldur síðan ég man eftir mér. Já, því miður klæði mig ekki annað, ég er búin að reyna. Ok. Ég var svo dörr. Já, en hann ferðir sjúklega vel. Já, sko, og það er ekki alveg sama hvaða litið það er, ég þarf svona bjart í kringum augun. Já. Ég man bara þegar ég var yngri og sérstaklega með Kristínu Hörpu, þú veist, að við vorum svona alveg svartan þykkan eyeliner, já, og eyeliner yfir, þú veist, og svo var ég náttúrulega með bara svart emo-hár. Ég var samt ekki emo, ég var klædd í svona blómakjól. Já. En þú veist, maður málaði sig svona pínu crazy. Já, sko, þegar maður er ungur þá kemst maður upp með, þú veist, ég er ekki með aldursfordóm að teka það fram, en það, sko, maður getur svo mikið meira, en ég gat það ekki. Nú varst að vera... Ég hef verið í bláu bara, ég hef reynt að fara í aðra hluti. Og einu sem var nú förðuð af mjög færri sem málaði fyrir Vógblaðið og það var bara þegar förðun var búin þá bara löbbuðu konur að mér og sagði, þetta ert ekki þú, konur segir þetta ekki neitt, þú veist, ég var módel hana. Já. Og þá sagði með mig, já, láta þessa liti friði. Voru það svona heitir litir? Já, svona brúnir. Já, það eru svona mínir litir. Já. Og fjólublár alveg hræðilegur sko. Og grætt líka, ég prófaði þetta sko. Þú prófaði þetta allt saman. Þú er búin að segja þetta 100 sinnum, ég prófaði þetta. En ég hef alltaf haft gaman að það vera mikið máluð. Já, same. Mér finnst mjög gaman að fara það með. Já. Ég reyndar að gera það mest í bílnum í dag. Já, Ég náttúrulega er ekki með bílpróf þannig að þú veist, Óli keyrir. Já, það er nú gott. Ég mála. Ég er ekki multitaska. Já. Þannig að stundum þegar ég kem upp í vinnu þá er svona, wow, mistið það þessi sólabúðurinu þannig. Og það er svona aðeins að lega til sko. Já, svo er lýsingin sko. Þú veist, það er svo dimmt úti að ég sé ekki neitt. Já. Þú veist, ég kveiki á ljósinu þarna og það er ekki alveg það besta sko. Nei. En það er dagsbirtan er mjög góð sko, til dæmis ef maður gæti staðið út í glugga og mála sig sko. Já. En það verður náttúrulega að vera bjart. En nú ég er í svona rauðri peysu, glimmer rúllukraból innanandir og í pallétti buxum.
Þú ert æðislega smart. Takk fyrir. Er það út á jólunum? Já, það er svona jólathema. Ok. Vinur, sko. Já. Svo ekki sé minnst á neglunar. Já, heyrðu, oh my god, candy cane. Það eru rosa flottar. Já, Bliss Beauty, við elskum það Já. Já, þú veist, svona það er gaman, það er alltaf eitthvað svona í vinni fellaskóla og það er alltaf eitthvað svona þema fyrir hvern dag. Og við förum svona all in, en svona hefðir, ef við ræðum svona hefðir, jólahefðir. Já. Hvað ertu að spá? Ég bara spá, ég man svona sem barn að jólin voru ekki, eða þau byrjuðu á Þorláksmessu kvöldi. Það voru ég, þú og Stella allar að vinna þú veist, ég var ekki að vinna, ég var bara að hanga í búðinni. Já, þú byrjaði nú mjög snemma. Já, byrjaði samt 12 alveg ára snemma. sem aðstoðarstúlka á kassa. Já, en þú veist, og svo skreittu við, ok, við skulum vera hreinskilna, Ég skreytti ekki Stella neitt. skreytti Já. á Þorláksmessu. Já. Við gerum það ekki. Settum upp jólatréð og þú veist, svo var aðfangadagur bara svona eins og hann var. Já. Við vorum þú veist, þeir voru stundum að vinna, við vorum stundum að vinna aðfangadag. Þá voru alltaf svona kallarnir að kaupa síðustu svona Gjafirnar, nákvæmlega, fyrir frúna. Já. Kom úr skötunni. Já, það var, á Þorláksmessu. Já. Þannig var það. Ok, einmitt, skata. Já. Hvað finnst þér skötu? Ég elska skötu, mér finnst hún. Það kom mér á óvart hvað mér fannst það góð. Fyrst prófaði henni held í febrúar. Það var hjá konu sem var frá Alaska og hún sem sagt bauð mér upp á þennan mat. Ég hafði aldrei smakkað þetta. Konu frá Alaska? Já, hún var bjó með vinni okkar og með segja indjanætt og hún býði mér upp á þetta og ég bara féll svona killi flutt fyrir skötunni. Ok, og svo hefur borðað hana alltaf á Þorláksmessu? Ekki alltaf. Mér finnst gaman að fara og fá mér skötu. Já. Við fórum nú einhvern tímann. Já, fórum til hans Gunna. Tjan og á staðan hans. En ég og Gunnhildur höfum, þú veist, vinkonum mín fórum alltaf á Kringlukranna og fengum okkur bjór og skötu. Okkur fannst skata ekki eitthvað sérstök en stemmingin var bara sjúk. Já, gaman. Og brennivín og svo fórum við að safna svona peningum fyrir Rauðakrossin. Já. Og vorum svona að gefa fólki stró eða gaf meiri pening. Já. Við vorum svona að gefa kakó en hann gæsalappa. Já. Og þú veist, að fá frjáls framlög og svo alveg, ef þú vilt fá góðan bolla þá gefur þú meira. Og þegar fólk var að koma sér og Anna Freyja var með okkur eitt ári, þetta er allt vinkonum mínar, og þá komum þau að ná í þú veist, baukinn af peningum og þú veist, fólk var líka að borga með korti og þau voru bara, vá, við erum aldrei séð svona mikið. Því við vorum að gefa fólkinu eitthvað svona geggjað. Já. En við borðum alltaf kalkún á aðfangadag. Jú. Hvernig byrjaði það? Pappin var í siglingum og hann fór að koma með kalkún heim. Og fyrst kunnum við ekkert að elda þetta en svo sá ég grein eftir, það var matreiðslumaður sem heitir Skúli Hansen og hann var með svo góð uppskrift og ég nota gera eins og hann gerði. Ég hef aðeins breytt þarna fyllingunni en nota samt hans undirstöðu Já. Og hef alltaf haldið því. En nema einsunni. Já, ég er að meina að búið til eins kalkún Já. Ég er alltaf að skoða aðrar uppskriftir en mér finnst alltaf þessi standa fyrir sínu. Já. Ég er samt búin að tína uppskriftin.
Já, ég veit að ég er búin að googla hana margoft fyrir Já. ég finna hann ekki. Nei. En þú ert bara með þetta Ég er bara með hann í heilunum, í sko. kollinum. Og eins og ég segi, ég bætti bara til þess að hafa hann að mata meiri, þá setti ég aðeins meira í hana, sko. Já, En mér finnst hún góð, sko. en einu sinni var hamborgar Já, sem það sko, þá var ég að vinna svo mikið. Já. Og það var að koma svo mikið af fólki til okkur í mat og ég sagði við pappa, sko, fyrst, hvort það bara ekki breyta þessu, ég átti samt kalkun, sko, af því að ég var að vinna svo mikið, ég nefndi ekki eldan kalkun. Mhm. Og þá urðu þið systur ekki sáttar. Þeir eiginlega borðuðu lítið þetta kvöld. Og mér finnst hamborgarhringur bara mjög góður, en ég er reyndar að, ég kann ekki segja það á íslensku, Stefán, boykotta svína át núna. Sniðganga. Sniðganga. Já, Takk, af því ég er bara búin að sjá svo mikið af svona. já, ég er samt Seðlum. með, sko, fyrir kallana. Já, ég er með tönskonar. Já. Er bara alltaf, hún Til gaf þess mér að- hamborgarrygg þegar ég kom. Til þess að hafa alla ána. Alltaf Ég með vil ekki svín neitt fyrir sí í kellana. fílu. Ég vil ekki neitt sí í fílu. Nei, Þannig að, þú mátt eiga það að þú mátt eiga það, þú ert fhrái manneskja, vá, Þakka þér versta fyrir. hrós í heimi. Þetta er eins og hérna hrósið, þú ert nú betri en enginn, Já. bara hræðilegt hrós. já, Nei, að því mér finnst svona brúnaðar kartöflur bara viðbjóður. já, ég veit það. Þú veist, ógeð, og þú gerir alltaf svona parísar kartöflur, má nú eiga það. Já, ég er með það tvískipt líka. Já. En nú er bara komið rosalega flott kartöflumús. Já, Stella gerir Sem svona Stella sæt gerir. Já, kartöflumús hún er með alveg svakalega kanil og góð. eitthvað svona, já, það er mega gott. Hvað er Parísarkartöflur? Ég þekki það ekki. Það er bara, ég steiki þær á pönnu, það nota ekki sigurinn. Ég gerði og það bara með fyrst, ég var kryddi. með smá sigur, en mér finnst það bara betri. Mér finnst bara kartöflur ekki eiga að vera sætar. Nei, Og þú veist, og svona sæt kartöfla, mér fannst hún eins og geggjuð. já, En þessi mús sem að Stella gerir er mjög góð. já, En þið með eiga það, ég gerir svo góðan jólamat. já. En okkur fórstu svona í fílu út af þessum hamburgarhrygg? Ég veit ekki, ég held að ég hef bara smitast að Stellu. Já, Því hún er svona kalkuna típa. já, Og ég eitthvað, oi, þetta er vont. Þú veist, mér finnst allt svona salta mjög gott. Og Já. saltfiskur í vinnun í dag, vá, hvað það var geggjað. já, En ég var einmitt í viðtali ekkert um svona jólahefðir og DFF og greinin var, þú veist, þegar að mamma eyðilaði jólin já, og eins og hefur komið fram áður þá vinnur Stella, systir mín, dóttir þín hún vann á Alþingi og er núna aðstofamaður atvinnuvegaráðherra og hún var að vinna upp í Viðreisn og fólk var svona að koma að henni að þið vissi náttúrulega að við varum systur og svona klappin á bakið og því að hélt að mamma okkar væri svona raging alcoholic sem hefði skemmt jólin. Það var ekki svo alvarlegt. nei, Og Stella sendi á þennan blaðamann eitthvað svona kannski stelja breyta fyrirsögnar, þetta var bara mest lesna frétt þegar að mamma eyðilaði jólin. En við erum ekkert mikið að baka. nei, Ég hef einu sinni bakað sörus. Það gekk hræðilega. já, Það er ógeðslega erfitt. Ég hef ekki lagt í það, sko. Mér finnst Nei. það virka eins og martröð. Já. mér fannst bara En ég svo, elska sörur. Ég líka, það er uppáhaldið mitt. Ég var að gera eitthvað próf áðan fyrir Samhjálp og maður átt að velja milli þú veist hvort maður fílaði lakkristoppa eða sörur og ég var bara oh my god, Sophie's Choice ógeðslega erfitt en ég valdi sörur en ég þú veist ég get ekki bakað sko. Þetta er allt svo nákvæmt og þú mátt ekki breyta neinu, þú veist ég er svona ástriðu kokkur bara svona dass af þessu ég geri þannig þegar sko, þegar ég baka þá er já, erfitt með að fara eftir uppskrift sko. Já, þetta er Já. en en mér finnst það alltaf heppnast þó ég aðeins bæti við sko. já, ég minna, þú veist
ég ætla nú bara að segja það að til dæmis kalkúnnin sem þú gerir, hann er oft ekki mjög fallegur í útliti. Nei, hann búið að drepa. Og þú segir að það er búið að drepa hann, vissulega. En þú segir líka alltaf, þetta er yfirleitt miklu betra þegar maturinn er ljótt. Já, þá er hann betra það bragð. er svo skrítið að þegar að eitthvað svoleiðis gerist, þá bara er maturinn alveg ótrúlega góð. Já. Máli var náttúrulega, ég var bara þannig sko í tíma þröng alltaf þegar ég var að elda að þú veist, maður gleymdi sér stundum, maður var kannski konið upp á Hrafnistu eða þú veist, nýra á Klessu til pappa og ég er heima að elda, þá var Stella að passa matinn sko. Passa matinn, passa mig. Já, þú varst nú vilt með, sko. En ég segi svona, þú veist, það er ekkert skrítið þó að það geti nú eitthvað klikkað. Já, nei, það var mér einna. En klikkað, þá meina ég útlitið. Já, en bragðið alveg fáránlega gott. Fyllingin er delicious. Má ég spyrja Og ekki ykkur, hvað standa jólin lengi hjá ykkur, sérst aðfangadagur, þú veist, er þetta fjölskyldan mín, við erum yfirleitt frekar fljóta þessu, bara allir komnir heim 10 eða eitthvað. Já, sko, ég þessi svipa. Já, alltaf sé ekki bara. Maður náttúrulega elda allan daginn að þegar við höldum undir á Stellu þá hérna að það fer svo mikið tími í innan kalkun. Við erum þið komið seinnipartinn og svo erum við 7 takku. Þú veist, ég meina við erum ekki það er ekkert mikið að við gefum hvort öðru pakka náttúrulega, en Siggi litli fær náttúrulega brjálæðislega mikið af pakkum, en þú veist það er ekki svona ein vinkonu mín, þau eru svo ógeðslega mörg að þetta er alveg til svona 2-3 nóttina að því þú veist það bara er svo mikið af gjöfum og svona. Það er ekki sko, ég sé alltaf komin heim síðastulega 11. Svo er maður líka bara maður búin að ganga frá og allt svoleiðis. Ég held þetta sé spennan, þú veist, maður heldur maður sé að fara að borða eitthvað svo æðislegt og maður ætlar að borða svo mikið og eitthvað svoleiðis og ég veit það með mig, sko, því þegar maður er búin að standa yfir þessu, þú veist, það bara langar mér ekki í hennar mat eiginlega. Og alveg eins var þetta þegar maður var að vinna alltaf, þegar maður var alltaf að pakka inn gjöfum alveg á fullu og ég man bara, þú veist, ég nefndi ekki ofta að opna pakkana og hendi í þig sko mínum pökkum, nefnir að opna þetta. Og enginn vill fá pakka, þú veist, sem ég pakkaði inn. Ég man þegar við vorum að vinna í Hygge þegar ég var að pakka inn gjöfum og þú veist, það var svona frekar vandræðalegt að horfa framan í fólkið. Já, þú þurfti nú ekkert að pakka inn, maður sá til þess. Nei, yfirleitt voru hinar konundar sem voru að vinna eitthvað, ég skal gera þetta, skal mín, eitthvað svona. Þú varst betri í að afgreiða bara. Ég var mjög góð í að selja hluti. Það vantaði ekki. Nákvæmlega. En hérna, saknaðu eitthvað tímann þess að vera að vinna svona mikið jólin? Já, sko að vissu leyti. Það gerir maður það. Það var bara svo mikið stemming og fjör. En svo annan hátt þá kemur, ég sakna þess, ég veit ekki hvað að segja. Þetta er svona blendna tilfinningar. Það er mjög erlegt. Ég er nú fljóta aðlagast yfirleitt. Ég veit ekki, þið veist breytingar ekkert ásamlega. Nei, þess er ég ekkert að breyta. Nei. En þegar ég þarfti þess, þú veist, nauðsynlega, þá setjum ég bara í það. Ok. Ég stundum að reyna að telja mig trúum að þetta sé bara æðislegt hjá mér, sko. Já, við skulum ræða þær breytingar sem munu eiga sér stað. Bara tökum smá pásu. Já. Við erum komin aftur. Við vorum eitthvað að tala um hérna breytingar. Var þegar þú varst barn og bara úlingur fullorðinn og bara, þú veist, var ekki alltaf bara bannað að
spila jólalög í útvarpinu þangað til 1. des? Jú, það var, ég held að það bara verið, ekki byrjað fyrr. Já, bara nýlega frekar eða ekki sem það er byrjað. Mér finnst það persónulega að það eigi bara ekki að hljóma jólalög nema frá 1. des. Ég byrjaði að hlusta í Ef ég væri sko einræðisherra þá myndi ég... Þú geggjaður einræðisherra? Já, ég það. Nema þetta með jólalögin, ég ekki með hrifin af því. Ég meina þetta verður að vera að þetta sé skemmtilegt skiluru. Þú ert búin að fá leið á því að þú ert alltaf að hlusta á Ég get hlusta á All I Want for Christmas stanslust. Ó, guð mig góður. Hvað? Ég get alltaf hlusta á það bara þegar það verður að spila þetta. Ég bara í desember. Hvað er uppáhalds jólaleiðið þitt? Íslenskt eða enskt? Mér finnst nóttin var svo ágætt einn. Mér finnst það eða velsungið finnst mér rosalega fallegt. Ó, helga nótt. Já. Og í dag er glatt í döbrum hjörtum. Það hljómar mjög, það hljómar mjög dramatískt. Það var í jarðarförinni hjá ömmuðinni sungið. Það er rosalega. Núna daginn? Já. Ég vildi þetta kórar sem syngja þetta. Já. En svona. Sjátt á ömmu Dóru, dóum daginn. Og við sjáum mikið eftir henni. En hérna, hvað jólalag? Mér finnst æðislegt jólalag með henni Jóhannu Guðrúnar sem hún gaf út. Ég held svolítið upp að ég get bara ekki minna hvað það heitir. Ég veit ekki. Ég fer bara í gýrin því ég heyra. En þetta var allt mjög svona Helga nótt. Já. Bara agli óla sinni. Þegar Egill syngur það er ekkert sem tapar það. Nei. Já. Það er stórkostlegt, ég er alveg samanlega. Jú, Gógó og Franka syngur það mjög vel. Já. En sko Egill Helgi. Ok, hann reyndar gæti verið svolítið góður í kannski. Í söng, já. Í söng. En Egill Ólafsson er náttúrulega bara með þá fallegustu rödd sem að... Já, það er geggjað. Og þegar það kemur þarna... Upphækkunin, já. Það klikkað. Já. Klikkað dæmi. Já. En ég held að mitt uppáhalds, það er All I Want for Christmas, ég elska það. Og Christmas, the snow's falling down. Christmas, I'm watching it fall. Veistu ekki hvað lag? Nei. Ok, það er mér stakki ekki að. Og nú langar mig að spyrja þig minnst uppáhalds. Við erum ekki að fara að móðga neitt. Þetta er alltaf bara eitthvað sem að, þú veist, manni finnst ekki gaman að heyra. Sem skiptir stöð. Það kemur. Sko, ég er aðlæta á tónlist. En sko, það sem við vorum að tala áðan þegar við verðum að spila þetta, sko, áður en að desember kemur, þá skipti ég stöð. Hvað? Jólalög. Já, hvaða lag er alveg sama. Ég er ekkert fyrir þessi. En hvaða lag finnst þér verst? Leiðilegast að hlusta á? Mér finnst ekkert verið en hvert annað þannig sé, sko. Ok. Mér finnst jólahjól alveg óþálega. Það er bara búið að spila það svo mikið. Líka All I Want for Christmas. Já. En sko... Já, mér finnst það ekki skemmtilegt All About Christmas. All I Want for Christmas. En ef hann, vinnuðinn, þú elskar hann Friðrik Ómar, hann syngur það á íslensku. Ég hef ekki heyrt það. Jú. Nei. Allt það sem ég óska er þú. Já, hann syngur það örugglega mjög vel, sko. Já. En þú kannst ekki við það. Nei, ég hef bara ekki heyrt það. Nei, ekkert mál. En, já, nóttin var svo ágætt. Já, þetta er svona eins og, ég get ekki sungið það, sko. En þetta er bara falleg vísa, sko. Já, ég hef aldrei... Eða sálmur, þetta eru mörgerindi, sko. En ég hef aldrei skilið að hverju gekki yfir Sjóarlandi jólalag. Gekki yfir, þú veist, það er aldrei jól. Nei. Komin. En mér finnst jólasveina gangungól svolítið skemmtilegt það. Já. En áttu ykkur svona... Mér finnst bara, sko, það sem, þegar ég var krakki, þá var ég, sko, alltaf náttúrulega að syngja í kór og svona og það voru bara mjög gaman. Nei, það var ekki til þá. Er það eitthvað sænsk hefði það? Já. Þetta var áður það var ekki þegar
Var þetta áður en Svíþjóð var til? Er þetta ykkur kaþólska? Ég var ekki mikil Lucy, ég fór alltaf bara með ykkur sko, en ég skildi ekki alveg. Nei, mér finnst bara þetta gamla sko, ég myndi segja eins og biblíusögurnar, þetta er alltaf, þú veist, María, Jósef og Jesúbarnið, hvernig þetta settu upp, það finnst mér rosa fallegt og skemmtilegt allt svoleiðis og hafa þetta svona í lágmark ekki svona ameríst eins og keypt út í búð, ég er ekki þar. Já, þú ert svona minimalísk jól. Já, og mér finnst bara alltaf því ég kenn til annara, þá bara tek ég alveg þátt í því, ég fyrir ekki að segja, heyri, voðalega er þetta mikið hérna, eitthvað. Nei, þú veist, en fyrir mig persónulega, já. Þú veist, ég setti mig bara í gýrin fyrir ykkur, þú veist. Já. Og pabbiðin var líka þannig að hann var ekki svona við bara þóttumst vera á rosalega jólafólk fyrir ykkur. Já. Við vorum opaslega góði leikarar. Já, rosalega. Jólin voru alltaf geggjuð, sko. Já. Þú veist, man ekki eftir eitthvað svona, engin svona trauma jól, sko. Nei, þetta bara gekk vel, sko. Já, algjörlega. Já. Það voru svolítið heila í dagar, sko, þú veist, það var ekkert verið að skemma þá. Já, ég man til dæmis að ekkert mann þú og Stella voru að vinna á aðfokata að þá var pabbi bara þá var, þú veist, hann bara, við getum ekki haft jólin fyrir en að það er komin rauð epli í skál. Já. Já, Stefán er mjög hissa. Já, það var sko gamall siður. Já. Það voru ekki til epli. Þú veist, hann er bara eitthvað fættur á Neskupstað. Já. Jú, það kom bara skip með epli. Komu bara eitthvað einu svona ári. Já. Rauð epli. Maður fekk bara rauð epli líka við einu svona ári. Já. Pabbi fekk alltaf kassa, hann bæði vann við höfnina og svo fór hann í Jónsson og Kóper, það var jólagjöf. Fekk maður epli jólagjöf? Já. Ég hef hatað það til í gamla daga. En þetta þótti bara mjög flott, sko. Ég er nefnilega svolítið, sko, ég er alltaf þakklátt. Þú kendir okkur það. Maður á að vera það. Það var alltaf þakkláttur fyrir, en ég er alltaf búin að setja svona inn hugmyndir það sem ég vil. En ég myndi alltaf segja bara, vá, takk fyrir. En að fá eplakassa því ég myndi þurfa að leita svolítið langt í leikstar hæfileika mína. En sko, ef þú tekur bara þann tíma sem var þá, já. Þú veist, það var ekkert, ég man eftir einni jólagjöf sem ég fekk því ég var. Já, þetta var ekki svona kannski brjálæðislega. Nei, það var ekkert svona, sko, það var bara að sitja og hlusta á þessa messu og mér fannst það alveg rosalega gott að gera það. Það var allir gott af því og hlusta á hana sálma og söng þess að ég var að telja upp fyrir þér. Já. Sko þetta var bara svona stemming. Já. Einmitt. Þú veist. Þarft ekki endilega að vera eitthvað að trúa til að hlusta á. Og svo þegar jólin er búin. Það byrjar eitthvað að prédika í veðrum. Það verður góð við alla. Já. En sko. Þetta var kaldhæðni. En veitir af því? Nei, alls ekki. Ég held að bara hefði allir gott af því. Já. Og vonandi sem flesti sem taka það til sín. En sko, svo klárast þetta og þá koma áramótin. Áramótalögin og svona. Áramótalögin? Já. Ég kann bara. Stóði út í tungsljósi og er það ekki svona Álfadrottningin og já, það er líka þarna 13. Já, einmitt, já. En fólk syngur þetta. Já, einmitt. En mér finnst það stemming, ég kalla þetta bara stemming. Abba-lagið Happy New Year. Já. Það er mjög gott lag. Já. Og náttúrulega Baggalútslagið. Já, come to memory, einmitt, akkurat. Það er mjög gott. En sko, talað hefðir, við erum hérna Íslendingar með 13 jólasveina, Júlilats. Já. Þeir eru, ég sá mitt eitthvað viðtalið Laufey Lín daginn og hún var að tala hvað þeir væru sumir svona furðulegir eins og á ensku sérstaklega, þú veist,
gluggagægir, window peeper, þetta svona, það ekkert skrítið að börn séu hrætt við jólasveina. Nei. En manns hvað, ég var gömul þegar ég kom staði að jólasveina var ekki til. Já, þú varst 9, 8, 9, Já, 5 ára. Varst 5 ára? Ég var ennþá á leikskóla. Ok. Ég man eftir þessu. Já, ég man það núna. Þú komst að mér. Þú varst sofandi. Já, ég var svona sofandi að þykjast eitthvað. Já. Þú komst inn og settir í skóin og svo daginn eftir sagði ég eins og einhver vittlisingur, sagði ég bara, ég var kannski 6 ára. Já. Sagði ég bara, ég sá þig sett í skóin og þú bara, já, heyrðu, ok, þá þetta bara búið. Get ég sagt þér að jólasveinninn ekki til. Já. En þú mátt ekki segja neinum öðrum. Þú veist, ég mátt ekki segja neinum öðrum börnum frá þessu. Nei. Hélst áfram að fá í skóin? Já. Já, ég hef örugglega gert það, ég er svo meðvirk. Já, ég fekk alveg klárlega í skóin, sko. Og þú veist, við vorum alveg að gefa svona skógjafir, kertasningisgjafi. Já, það var alltaf veglegt, hitt var bara bensinstöðin, held ég. Ekki minna, þú veist. Þetta var ekki til þegar ég var lítil. Hvað kom bara leppalúði, nei ekki leppalúði, hvað stakkastaur í bæinn og gaf ekki neinum neitt? Já, eða sko, það getur vel verið að hafa verið á einhverjum öðrum heimilum, en ég heyrði bara ekkert af því. Nei. Þá er ég bara búin að gleyma því, sko. Einmitt. Vissuð að konungur Danmerkur bannaði, að því að jólasveinarnir voru svona agatæki til þess að hræða börn. Já. Og konungurinn bannaði árið 1723 held ég, 1740 kannski, í tilskipunum húsareglur bannaðan fólki að nota jólasveinarnir alltaf að hræða börn. Ok, vel gert. Þetta er nefnilega, þetta er mjög, eða þú veist, ok, ég man alveg eftir að hafa heyrt, þú færði kartöflu í skóin ef að þú lætur svona. Já. Fékk einu svona kartöflu í skóin. Hún var ánægð með það? Nei, það var Stella. Nú, það var Stella. Ég var ekki ánægð. Ég var nýkomin síðan í leikskólan og þá var verið að svona skamma börnin og ég var alltaf svo þæg á leikskólanum annaðan heima hjá mér að það var svona, Ebba, hefur þú ekkert að fengi kartöflu í skóin? Og ég bara, nei, aldrei. Og þá morgunin hafði ég fengið einmitt fyrir að vera leiðileg við Stellu. Það er læst hann í herbergið eða eitthvað. Já, þá? Já. Æ, ég veit ekki. Fylgdi skýring með kartöflunni? Já, það var bara, ég var leiðileg. Þú veist, ekki frá jólasveininum. Ég spurði af hverju fekk ég þessa kartöflu. Og það var bara, þú varst bara leiðileg við Stellu. Já. Þetta er rosalega gott að hafa þetta í handaraðinu, sko, til þess að geta sagt, sko, ef að barnið er alveg sillilega og óþekkt. Já. Það geti fengið kartöflu í skóin. Ég held að uppeldisfræðingar í dag myndu segja að þetta væri mjög slæmað. Já, ég ætlaði líka að segja það, sko. En ég skil samt, þú veist, ég skil alveg mjög ofta fólk grípi í það að vera eitthvað svona, heyrðu, og við förum ekki til tenni ef þú heldur svona áfram. Já. Eða þú veist, það er ógeðslega leiðilegt að þú veist, standa við það. Versta martröð. En það er nefnilega málið, maður verður að standa við það sem maður segir. Ég veit það er nefnilega málið. Þau börn ættu bara að vera tekin af foreldrum sínum. Þriðja tenniferðin verður ekki farin í ár. Það er fínt á það sem er alltaf að fara. Já, einmitt. Ef þú pússar ekki silfrið, þá förum við ekki til. Þá förum við ekki til tenni. Alltaf svona hægt að fá endurgreitt strax. Já. Það veist að maður á ekkert silfur. Nei, nákvæmlega, bara notar eitthvað annað. En áttu uppáhalds jólamynd? Eða bara einhver svona jólamynd sem þú fílar? Svona. Sko, ég hef nú örugglega séð einhverjar jólamyndir, sko, sem að mér finnst æðislegar. Ég man bara ekki nöfni. En mér finnst gaman jóla að horfa eins alla myndirna með honum sem lék í Love Actually.
Hugh Grant. Hugh Grant, mér finnst það Það er yfirleitt okkar svona, hvað er þetta að kalla, feel-good myndir, svona gott að horfa á þar. Já, eins og við vorum að tala um Já, Bridget Jones. Já, Love Actually, og hvað heitir hérna götuna, hérna Notting Hill, hérna. Já, bara almennt bara eitthvað með Hugh Grant. Já, mér finnst sko, ég skil það. Það sé ekki uppáhaldsleikari, mér finnst bara myndi með hann svolítið, ég hlægi alltaf svolítið. Já, hann leikur alltaf nema einhver einni mynd, þú veist, hefur hann alltaf leikið eitthvað svona frekar mikla fáþetta. Já, þú veist. Nefn í Four Weddings. Já, meðan þú mynd náttúrulega frábæð, hún er ekta jólamynd, finnst mér. Já, einmitt. Já, ég geti sagt það að hún væri bara stæðið svolítið upp. Man þegar Stella bjó í London og kom heim með Hugh Grant safn. D.O.F.D. safnið hans. Já. Mikið ég held að ég tengi það smá við það. Já. Við horfðum á eiginlega bara allar hans myndir. Já, mér finnst það bara svona þægilega. Já. Hann er líka bara svona sjarmur. Já. Ég elska líka smá svona anti-jólamyndir eins og Family Stone, mannstu þetta henni? Með Diane Keaton, Sarah Jessica Parker. Já. Og þarna Sarah Jessica Parker eins og oft áður leikur hún svona frekar pirrandi típu. Já. Hún gerir það ógeðslega vel. Já, þetta er skemmtileg mynd. Já. Og Diane Keaton eins og hún var svona eitthvað. Ná stalla myndi skemmtilega með henni. Já, og þarna og svo allt í hennu kemur Já, hún er ekki þeirri mynd. Nei. En svo kemur systir hennar Sarah Jessica Parker og þær skipta bara hlutverk. Nei, ham, eða hvað er þetta að kalla? Já. Þú veist, hún er þarna með einu manni. Þetta er mjög flókið, ok. Sarah Jessica Parker á kærasta og er trúlofuð og Claire Danes, systir hennar kemur síðan að hjálpa henni að því henni gengur svo illa að koma vel saman við tengdaforeldra sína og Luke Wilson leikur bróðir aðalkarlsins og svo bara fattaði bara eitthvað við ættum bara að skiptum þannig að það verður svona pínu svona lyklapartís stemning það er svona mjög en frábær jólamynd ég á líka uppáhalds þakkagerðarmynd. Já, hvað er það? Planes, Trains and Automobiles. Oh my god. Allt með Steve Martin. Já. Og byrju, hver var þetta? Chris Farley með honum? Nei, John Candy. John Candy, já. Sko, Óli sýndi mér þessa mynd bara fyrir nokkrum árum. Þetta er ekki svona þú veist, ég held ekki upp á þakkagjörð. En þú veist, þetta er svona, þetta er pínur svona jólastemning yfir þessu. Já. Og John Candy var bara eitthvað svona mesta krútt í heimi. Já, hann var rosa og bara svona góður. Já, mér fannst hann bara eitthvað svo sætur og krúttlegur. Já. Og Steve Martin var svona get uptight, þeir voru svona geggjaðir á móti kvöldmaðurum. Þannig að við horfum alltaf á hana. En það er ekki eitthvað svona íslensk jólamynd? Nei, ekki sem ég man eftir. Nei. Ekki sem maður geti kallað beint jólamynd. Nei. En en mér finnst þessu gömlu jólasennar alveg skeri. Já, þeir eru það, þú veist, þessu svona útlitið af þeim, sko. Þeir eru ljótir og þeir eru, þú veist, þjófar. Já, maður var bara hræddur við það þegar maður krakki, sko. Ég man eftir því, sko. Já. Smerkilega. Ég var að kenna, að því ég er að kenna íslensku sem annað mál og við erum með svona menningafræðslu líka og ég var með fræðslu um jólasveinana og þar, sko, það sem ég læriði og ég ætla ekki að selja þetta neitt, þú veist, ég fór ekki einhver svona djúpa rannsókn, en að þetta er allt saman sko ósiðir hjá börnum þannig að ef að þú ert alltaf að væla meira kjöt eða þú ert að stelast í kjötið þá kemur ketkrókur og tekur þig og ef þú ert, þú veist, með læti að skella hurðum þá kemur hurðaskellir og þú ert svona forvitin að gæjast þá kemur gluggagæðir. Já, það er svona ég skil það út frá þessu, sko. Já, þetta er einmitt, það er svona, kannski þessuna var þessi konungur sem þú veist að tala var hann eitthvað svona, herðu, skulum ekki vera á hræðaböndin svona mikið fyrir, þú veist, öll bara,
í bullandi áfalli yfir eftir jólin alltaf. Það er þið hræðilegt. En þarna sko jólaháttíðir á Íslandi eru svona farnar að snúa svolítið að fara á tónleika eða uppistand og eitthvað svona. Þú búin að fara á eitthvað þannig? Ég fór jólatónleikana hjá henni Gógó. Frænkum okkar, og þau voru bæði skemmtilegir og góðir. Já, hún syngur eins og engill. Já, alveg. Ég mista því að ég var á Jólahólm og ég hef aldrei séð hann nema þetta kvöld sko. Það var bara vákvæðan góður í eftirhermum. Hann er alveg snillingur hans. Já, ég var bara eitthvað svona ég verði að fara að master eftirhermur. Já. Og eitthvað svona það er nefnilega mjög flókið þetta. Sumir er þetta bara í blóðborið sko. Ég hef eiginlega ekki dreymt eftirhermur, ég er alveg ómögulegur í því sko. Ég sko Óli er mjög góður í að gera Arnold Schwarzenegger og ég reyni ógeðslega mikið að herma eftir en ég sökka ég ætla að pröfa You're not putting me into the kúla. Þetta er bara, nei, þetta virkar ekki. I'll be back, nei. Hver á þetta að vera? Arnold Schwarzenegger. Nei, hann er með svona já, hvað þú með? Nei, ég er ekki með þetta í mér. Ég er nefnilega alveg góð í hreimum en ég næ ekki þennan Austrian nei, maður þarf að heyra hann ég heyri það ekki nei, einmitt en við erum bara að segja að fólk sé svona með eira fyrir svona, já nákvæmlega þú veist þess að bara hann breytir svona í Páloskar, það er ógeðslega flott að sjá bara hreyfingarnar og allt þetta akkurat, en það var ógeðslega gaman og við fórum á Hansen í Hafnarfirði eftir á það er bara, ég mæli með það er ógeðslega svona rugglu stemming en bara gaman eins og bara ég var í öðru landi og geggja og við erum frá að eyða jólunum saman. Hvað sér þið? Við erum frá að eyða jólunum saman, ég vona að þú viti það við ætlum að vera saman ég líka og Stefán þetta verður bara mjög kósí þú verður að skilja kettina eftir Hófi Móko og ég er bara mjög spennt ég hef eftir að kaupa allar jólagjafir en ég líka eða svona þetta reddast mér finnst bara svo leiðilt að fara út í búð ég vildi bara helst að það var hægt að senda mér þetta heim sko. Það er hægt ég veit það maður verður að vita hvernig á að gera það og hvernig ég skal gera það fyrir þig hvernig hvað ég segja hvort þetta passar eða já, maður veit, þú veist það svo sem aldrei en svo ætlum við að taka upp áramótaþátt og fara yfir árið það ekki? Jú. Má ég spyrja, fáið þið jólastress? Ég fæ ekki jólastress sjálfur. Nei, ég fæ ekki. Aldrei fengið? Jú. Ég var náttúrulega í jólastressi því ég var að vinna sko. Þá var ég oft alveg orðin snarruglu vissi ekki hvort ég var að koma eða fara sko. Já, ég man sko einmitt líka þegar ég var í framhaldsskóla þá fannst mér það stressandi að því það voru próf og eitthvað svona en maður átti bara svo oft eftir að gera allt sko fara að versla jólamatinn og því maður vannst bara eins og það var alltaf opið til 10 og bara tókst allar vinnu sem þú gast sko og þá fann maður fyrir rosa stressi mér finnst rosalega næs að vera bara eitthvað þú veist þetta er bara ég man þarna ein afsakja að ég skuli minnast á þetta en COVID-jólin þegar Stella og þau lágu í COVID þú veist við vorum bara eitthvað 3 hér, ég, þú og Óli og Dísa og Dísa og þú veist svo héldu við bara jólin á Gamláskvöld Gamláskvöld og Gamláskvöld er oft svona frekar boring þannig að það er bara gaman að fá pakka þá þetta breytti svo stemningunni já þannig að mér við ákvaðum að opna ekki pakkan það var bara en ein hefð sem var æðisleg að því voru nú að minnast hannar ömmu Dóru að
við fórum alltaf í jólaboð á jóladag til hennar og afa. Já, í hangikjöt og svo fengum við alltaf jólapakka. Já. Svona eins og í America. Já, þau sem sagt. Fengum að pakka það. Já, geymdu pakkana. Já, en þannig að við bara þökkum kærlega fyrir okkur og við ætlum að fara í mat til Stellu. Já, og ég segjum bara gleðileg jól. Gleðileg jól. Já. Hafið það gott í jól. Já.